Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að vera dálítið bleikum nótum núna í kvöld, enda bleiki dagurinn í dag og hingað til mín komin frá Krabbameinsfélaginu Katrín Ösp Jónsdóttir sem hjúkrunarfræðingur og verkefnastýra hjá Krabbameinsfélaginu. Velkomin í þáttinn. Þakka þér fyrir. Við ætlum að spjalla svolítið svona bara ráðgjafa þjónustuna og þessa mikilvægu þjónustu sem þið eru að veita. Já. Og ég veit að það náttúrulega skrýtnir tímar sem við erum að lifa, en þið náttúrulega haldið bara ykkar striki samt sem áður. Jú. Að mestu. Við náttúrulega getum ekki verið með hefðbundið hópastarf. Það því miður fallið fyrir og við erum ekki með neitt það sem að margir koma saman. Við erum ekki að stýra neinu slíku. En ráðgjöfin klárlega til staðar og við erum búin að heimfæra hana, við erum búin að fá okkur Kara Connect hjá landlækni. Þannig að nú algjörlega óháð búsetu og geta allir fengið ráðgjöf og stuðning frá Krabbameinsfélagi Íslands. Já. Og ég er starfsmaður ráðgjafaþjónustunnar sem ein eining hjá Krabbameinsfélagi Íslands en með aðstöður hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Já, einmitt. Gott að halda því til haga. Þetta er svolítið flókið. Já, og það er náttúrulega allt landið undir raun og veru, þannig að og Krabbameinið spyr ekkert búsetu. Nei. Einmitt. Og við erum líka alveg allt. Það hérna starfsmaður fyrir austan og svo ég hér og við reynum að vera víða og við erum hópur fagfólks sem stendur saman hjá ráðgjafaþjónustunni. Við erum hjúkrunarfræðingar og það sálfræðingur og félagsráðgjafi og læknir. Og saman vinnum við og hittumst á fjarfundabúnaði í hverju viku og spjöllum saman og styðjum við hvort annað. En við erum hér til staðar fyrir fólk með krabbamein, aðstandendur og annað fagfólk sem líka að styðja við okkar skjólstæðinga. Já, það kom mér svolítið óvart. Það eitthvað sem kannski hinn almenni borgari gerir sér ekki endilega grein fyrir að það ekki bara krabbameinssjúklingarnir og aðstandendur sem þið eruð að styðja. Nei, við reynum leggjum áherslu á að allir eru velkomni. Bara ef þú hefur orðið fyrir áfalli, tengdu við krabbamein, þá ertu hjartanlega velkomin. Ef þú vilt fá samtal, bara velkomin. En svo þetta, við erum að styðja við leikskólakennara, það sem að börn sem að eiga nákominn með krabbamein eru á þeirra deildum og annað. Þá geta leikskólakennarar fengið samtal og grunnskólakennarar og við höfum líka farið inn í framhaldsskóla. Svo eru hjúkrunarfræðingar sem að vinna við krabbameinssjúkdóm, þeir geta leitað til okkar og rauninni bara hver sem Ef þið vantar samtal, þá bara ertu velkomin. Já, af því að þetta náttúrulega flókið mál og oft erfitt fyrir fagaðilega sem vita kannski ekki alveg hvernig þeir eiga að bregðast við að hátta málum. Já, það nefnilega oft þannig að haldið að við þurfum sem fagaðilar, þá verðum maður snortinn. Við erum vitni af sorgum og sigrum og við erum vitni af angist og rosa mikill ást líka og allt það, en við verðum snortinn og þetta hefur áhrif á okkur og við erum öll mannleg. Þannig að það er svo mikilvægt að við getum fengið bara þetta samtal og stutt við hvert annað líka. Já, auðvitað. Og undir þessu COVID þá náttúrulega hefur það líka áhrif á heilbrigðisstarfsfólkið okkar. Þannig að við viljum vera til staðar og erum það. Og þannig að þó að fólk sem geti ekki komið eins miklu mæli til okkar í félagi þá fundabúnaðurinn mjög vel virkur og hægt að panta viðtal. Einmitt og ómetanlegt að vita af því. Finnið þið fyrir aukinni eftirspurn eins og í tengslu við eins og núna bleikan október, þessi árvekni? Finnið þið marktækan mun? Undir venjulegu kringumstæðum þá væri mikið húlumhæ í október. Október bara uppáhaldsmánuðinn okkar, haldt svo gaman og við finnum rosa mikið kærleika frá fólkinu í kringum okkur, frá bænum og íbúðum Akureyrarbæjar og nærsveita. Þeir eru rosa mikið að hafa samband og segja okkur fallega sögur. Og við hefðum átt að vera með málþing og annað. En út af COVID þá náttúrulega það ekki. Við sjáum alveg mun á því hverjir að þiggja þjónustuna hjá okkur núna. Það eru frekar aðstandendur sem að þiggja þjónustuna heldur en þeir sem eru krabbameinsgreindir. Það getur verið að því að fólk hrætt við að koma. En hins vegar mikið að vera. Fólk þarf stuðning núna. Það kvíði í fólki og ekki bara þeim sem eru krabbameinsgreindir, það bara almennt. Og við erum að reyna að bregðast við því með að vera til staðar. Já. Og það alveg nóg að gera, Já. Ykkur fellur ekkit verk úr hendi þykist ég vita. Nei, en ég vil samt halda að það fá allir þjónustu og við reynum að bregðast hratt við. Og þó að sé nóg að gera, þá alveg tími fyrir alla og við bara við erum til staðar. Já, þannig að fólk á að vera óhrætt við að setja sig í samband. Já. Maður hefur stundum heyrt bara eitthvað, ég ekki með alveg nógu mikið krabbamein eða þetta var bara frændi minn eða ég fór bara í skurðaðgerð
eða þú bara, allt þetta bara, en það ekkert bara, við eigum bara, við erum til staðar og það skiptir ekki máli að við erum ekkert að spyrja því hversu mikinn sjúkdóm eða neitt slíkt, það bara, fólk getur bara komið og fengið stuðning til að takast á við það verkefni sem það að kljást við og það þarf ekki að bera sig saman við náungan við hliðina á, þó hann hafi fengið eitthvað verra. Nei, þetta ekki engin metingur og stórt eða smátt, það má leita sér hjálpar undir hvaða kringumstæðan sem Já, og hvenær sem í ferlinu. Fólk hefur líka spurt, ég er löngu búin, ég kláraði mitt fyrir ári síðan eða 2, en ég er samt ennþá að díla við eitthvað og þá bara endilega komdu og við skulum skoða það saman. Já, margt einhver munur á eins og kynjahlutföllum að þegar karlmenn, myndi maður ímynda sér kannski ragari við að leita sér aðstoðar? Já, þeir eru það og það eru alltaf fleiri konur sem þiggja þjónustuna en hins vegar með tilkomi eins og til dæmis málþingsins sem við vorum með í mars sem að N4 hefur svo duglegur að styðja við okkur og auglýsa á annað, þá sjáum við alveg heilmikið mun og karlmennin síðustu ár, þeir eru algjörlega að taka við sér og voru að þiggja þjónustuna, hvort sem að þeir séu greindir eða aðstandendur. Já. Og þeir eru alveg löngu búnir að afsanna það fyrir mér að karlmenn get ekki grátið eða karlmenn get ekki tjáð sig eða talað alla þá hluti sem konur tala um. Nei. Þeir gera það alveg óhikað, sko. Það frábært að heyra og vonandi það bara að verða mýta. Já, algjörlega, ég vona það. Það sé bara að vera liðin tíð að við tölum þannig saman, sko. Einmitt. En þannig að, og eins og segir það náttúrulega, hvar sem fólk býr þá getur það að leita sér aðstoðar og fengi fund í gegnum þennan örugga fjarfundabúnað því að fólk skráir sér bara inn í gegnum rafræn skilríki, það ekki? Jú, og þetta vottað af landlækni. Já, þannig að það fyllsta öryggi skætt í öllu. Já. Þannig að það bara gott að heyra að þið finni leiðir til þess að láta þetta frábæra starf ganga áfram. Takk fyrir. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður í samfélaginu og hjá okkur öllum og ég óska ykkur bara ofboðslega góðs gengis áfram. Takk fyrir að koma í þáttinn og minna á þetta því það mikilvægt að fólk muni eftir þessum úrræðum sem í boði. Takk kærlega fyrir að bjóða mér að koma. Takk fyrir.